þú varst sko dæmdur fyrir misnotkun á mörgum drengjum, táningsdrengjum. Nei, Ekki rétt? nei. Fyrir hvað varstu dæmdur? Það sem hefur fjallað að ég hafi verið dæmdur fyrir menn hafa fjallað að ég hafi verið dæmdur fyrir misnotkun á hérna 8 ára drengjum eða nauðgað eða barnaníð eða þess aftar. Og það bara ekki rétt sko. Að ég var aldrei dæmdur fyrir barnaníð eða nauðgun eða ofbeldi eða slíkt. Ég var dæmdur fyrir tilraun til vændiskaupa og vændiskaup. Ég með dóminn en ég get sýnt hann sko. Veitu, var það ekki svona tælingar? Varst að tæla drengi sem eru undir aldri? Jú, þetta samskipta. Sem að dómurinn sá að ég kaupi vændi af einstaklingum sem eru undir 18 en þó ekki yfir samræðisaldri og þá flokkast það undir sem sagt einstaklingum sem tælir með peningum og gjöfum sem þetta fangilsi. Já, einmitt. Og strákar, einhverjir táningsstrákar undir 18 ára, þú veist, eru ekki beint að fara á, þú veist, á einkamál að selja sig, sko. Þetta er alltaf bara, þú veist, búin að ginna á til þess að gera þetta og bjóða þeim gull og græna skóa fyrir. Það er ekkert leyndarmál að ég bauð peninga á meira og ég játaði söku í þessum málum og það sem að menn átta sig heldur ekki á að meiri hluti þessara einstaklinga í þessum málum voru fullorðnir karlmenn. Meinarðu yfir 18 ára? Já, 3 þeirra voru eldri en ég, sko. Ó, ok. En meina margir þeirra voru undir 18, eða ekki? Jú, 4 þeirra. Af 9 eru 4 undir 18. Ég er fæddur 1992. 3 þeirra voru fæddir 1992. 1, 94, 95 og svo eru 4 sem eru fæddir 95 og 6, sko. Aldursmunurinn á okkur eins og í einu málinu að ég er fæddur í október 1992 þessi einstaklingur er fæddur í desember 1992 við eigum hann eitthvað samskipti í nóvember þegar ég er 18 ára og hann er 17 ára og ég er dæmdur fyrir það. Það munar innan við mánuði á. En ég meina, þú veist, þetta eru unglingsstrákar. Þú veist að sjálfur verandi núna 32 ára eða eitthvað, þú veist, þegar maður er 18 ára og yngri, og maður er alltaf bara mjög viðkvæmur, eða sem sagt, þú ert að misnota drengi sem að eru ekki bara í þroska til þess að díla við aðstæður þegar þeim eru boðnar gull og grænu skóar fyrir kynferðisgreiða þegar þeir eru ekki einu svona gay, sko. Nei, og aftur, ég er ekki að vera mótið þar, en ég fór ekki í fangelsi fyrir misnotkun eða barnaníð eða nauðgun. Nei. Þessir aðilar voru vinir mínir á þessum tíma. Aldursmunurinn á okkur er 1, 2, 3 ár, skilurðu. En hvernig líður varandi sko gagvart bara þessi strákar sem voru ekki einu svona gay sem að bara eru búin að ganga í gegnum vítiskvalir fyrir að, þú veist, einhvern veginn að þú hafðir gint á til þess að gera þetta sem að þeir gerðu? Ég hef ekki heyrt frásögur af einhvernum vítiskvölum nema frá þessum eina einstaklingi sem kemur þarna fram 10-12 árum seinna, sko. Og þú upplifir ekki ef að þessi mál hefðu einhvern tímann snúist misnotkun eða barnaníð eða nauðgun eða annað, þá hefði ég farið í fangelsi fyrir það og ég hefði verið dæmdur fyrir það. Ég var ekki ákærður fyrir það og fór ekki eins og fyrir dóm fyrir það. Og það var aldrei hluti þessara rannsóknargagna, sko. En finnst þér ekkert eins og þú sért, sko, hérna í þessum tilfellum, þú veist, eins og þú ert klókur, skilur þú, hérna ekki miskilja mig. Það sem ég gerði var rangt. Og það sem átti sér stað þarna mun aldrei eiga sér stað aftur og hefur ekki átt sér stað aftur. Og það að bjóða einstaklingum hvort sem þeir eru yfir 18 eða undir 18 greiðslur fyrir vændi er rangt. Og líka, minna, þú varst að bjóða þeim eitthvað svona draumorkendar, varst ekki að bjóða þeim bíl eða hvernig var þetta eitthvað svona? Jú, hluta því sem að þeir fengu boðið var afnóta bílum, jú. Og það er ekkert leyndarmál, við getum rætt þessi mál alveg í þaula, sko. Ég ætla bara að spyrja þig, sérðu eftir þessu, skilur? Þú veist, ertu með samvisku? Á hverjum degi, sko.